Fyrir hver jól velja bóksalar þá skáldsögur sem þeim finnst best. Bryndís Loftsdóttir bóksali kom verðlaunahöfum í dag í opna skjöldu þegar hún mætti óvænt heim til þeirra sem hlutu verðlaun fyrir bestu skáldsöguna og bestu barnabókina og við skulum sjá hverju það voru. Hörðu, nú erum við að fara við erum stödd í Hlíðahverfinu og ætlum að finna skáldið sem að bar sigur úr býtum í bókmenntaverðlaunum bóksala með bestu íslensku skáldsöguna. Við vitum ekki alveg hvar hann heima, en við grunum að við séum svona nokkurn veginn á réttum stað. Hérna er það ekki? Mér finnst þetta að vera á réttum stað, hérna stendur Einar Kárason. Góðan daginn, Einar Kárason. Góðan daginn. Bryndís heiti ég og kem hérna fyrir hönd félags starfsfólks bókaverslana. Nú lýst mér á blikunum. Við höfum valið bókina þína Ofsa, bestu íslensku skáldsögu þessa árs. Og að því tilefni ætla ég að færa þér hérna ótrúlega langan blómvönd sem rétt kemst inn Kæra þakkir. Og 3 límmiða. Þessi límmiðar verða límdir á bókina þína og á þeim stendur náttúrulega bókmenntaverðlaunin 2008. Já, hérna bókmenntaverðlaunin. Þetta er bara bókmenntaverðlaunin og svo ætla ég þetta að seilast til að hérna kissa þig smá þess að kinnina í vatn. Til innilega til hamingju og þetta er frábær bók. Kæra þakkir fyrir þetta. Gaman að heyra. Hamingju með þetta. Þakkaði fyrir það. Er þetta ekki góð byrjun á góðum degi? Þetta er bara alveg stórhreint, jú, það gengur allt í haginn þessa dagana. Hvernig er það þegar maður er með bók í verslunum? Er maður ekki alltaf að kíkja í búðirnar og sjá hvort að það sé svona hverf úr illanum? Ég reyna nú að vera vaksin upp á því. Því að ef maður ætlar að vera alveg á taugum í 2 mánuði fyrir hverju jól, þá verður maður geðbilaður á endanum. Eða allavega verri heldur maður þegar orðin. Heyrðu, nú erum við að aka hérna í Skerjafirði og erum að reyna að finna skáldið sem að vann og átti bestu barnabókina, bestu íslensku barnabókina árið 2008. Er þetta ekki hún? Hæ? Er þetta ekki? Er þetta ekki hún? Nei, þetta er ekki hún. Já, eftir að hafa reynt að hlaupa skáldið upp, þá hlupum hérna eftir henni, héldum að það væri sigurvegarinn okkar, en það reyndist ekki vera. Við erum hins vegar komin fyrir utan heimili skáldsins sem var hlutskarpast í flokknum íslenska barnabækur. Gerður Kristný. Halló! Við erum mætt hérna fyrir hönd félags starfsfólks bókaverslana til að veita þér verðlaun. Þú áttir bókina sem á bóksölum þótti best í flokki íslenskra barnabóka þetta árið. Og ætla ég að færa þér þennan risastóra blómvönd. Ég er svo glöð. Ég er ótrúlega glöð. Ég sátti ekki von á. Af hverju eru þessi verðlaun þér svona kær? Þetta bara skiptir máli, fá viðurkenningu fyrir verkin sín og þetta er nú fólki sem selur bækurnar og maður telur þeir þetta fólk hafa vit á bókmenntum. Þetta fólk les bókabúðarstarfsfólki. Þetta er fólk sem maður tekur mark á og þetta er fólki sem er spurt ráða hvað á að kaupa í jólagjafirnar og í afmælisgjafir og allt árið, þannig að þetta er alvöru verðlaun. Ég held bara áfram að hlæja.